Steinar, velkomin. Já, þakka þér fyrir. Herru, ertu ekki búin að plana eitthvað sérstætt helgina? Já, það verður allt vitlaust helgina, það alveg á hreinu. Nei, við staðan þannig að við ætlum að leggja á stað 8:30 á laugardagsmorgun og fara frá Sunnuhlíð, frá setrinu. Og það 120 sæti, 126 sæti meira sem við bjóðum þar. Og það búið að fylla 110, þannig að það ennþá nokkur sæti laus, þannig að þegar þetta viðtal allavega. Og við ætlum að leggja á stað og keyra suður og hittast á Ölver. Og þar ætlum að bjóða alla velkomna sem að búa í borginni, alla Akureyringa og já, bara alla. Og koma og hitta okkur Ölver og labba þaðan allir saman niður á Laugardalsvöll og gera sprjálað. Og hvernig leggst leikurinn sjálfur í Mýlnesmenn? Ég held að leikurinn leggist mjög vel í okkur, allavega leggst það mjög vel í mig, þar sem að náttúrulega mæta rosalega margir og verður mikill og góður stuðningur. Og svo náttúrulega bara eins og við höfum oft sagt, þá þetta úrslitaleikur, þetta það lengsta sem að Þórshlíð hefur komist. Þannig að strákarnir mega bara vera stoltir af því að vera komnir í úrslitaleikinn. Og svo náttúrulega það líka, þú veist, ef ég myndi ganga inn á landið og biðja menn þyrfti að veðja 10 skall á leikinn, þá myndi sennilega 97% veðja á KR. Þannig að við erum svona litla liðið og það hefur engin trú á okkur og það þarf alltaf að spila þetta því KR á að fara heim með bikarinn, þannig að leikurinn getur ekki annað en lagst vel í mig því að menn halda það. Já. Og þetta náttúrulega lítur að gott tækifæri líka fyrir ykkur Mjölnismenn að sýna hver eru með besta stuðningsmannlið. Já, heldur betur, við höfum alltaf fengið athygli þegar við farið suður og stutt við strákana, en það fengi verðskulda athygli vegna þess að náttúrulega keyra 5 tíma til að styðja lið, það ekki allir sem að leggja í það, en það höfum við fengið fá að hingað í heimsókn í Þórstúkuna, en þetta verður heldur gott líka vegna þess að miðjan stuðningsmannafélag KR, þeir voru valdnir stuðningsmenn umferðarnar 1-11 sem að við vorum pínu ósáttir með, þannig að við ætlum að jarða það á pöllunum og vera valdnir bestir í lok móts. Já, ennþá þetta að kaupa með í rútur? Já, það eins og ég segja, einhver nokkuð sæti laust, en það bara fyllt upp í 120 og menn með ekki vera á seinir. Þannig að þegar þetta viðtal tekið, þá var ennþá nokkuð laus. Og sen bara njóta dagsins? Já, ég held að það sé fyrir alla stuðningsmenn og leikmenn og þjálfara og allt að njóta bara dagsins. Það ekki allir eins og fyrir leikmenn að það er bara brot sem að fær að spila svona leik og upplifa svona leik, þannig þeir verða bara að njóta þess að spila og við í stúkunni, ég meina eins og ég hef sagt ofta þá hefur Þór aldrei komið svona langt og við ætlum bara að njóta þess að vera í bikarúrslitum, hvernig svo sem úrslitin fara. Það er snöður. Takk hérlega fyrir. Já, takk.